komið sæl og velkomin í þáttinn Kona með höfuð. Ég heiti María Pétursdóttir, ég að leysa hana Margréti Pétursdóttur af og við ætlum að ræða í dag mál sem hefur verið vakið mikla athygli í fjölmiðlum í gær og ennþá í dag verið að ræða þetta. En það sem sagt myndbirting af lögreglukonu sem sást í búningin, undir búningum hennar var hún með fána, svona fremur vafasama fána. Og þetta sem sagt voru allavega einhverjir 3 fánar, sem sagt Vínlandsfáninn sem við vitum að hefur verið notaður tekin upp af svona hægri öfgahópum og þykir í rauninni bara vera svona nýnazistamerki af mörgum. Thin Blue Line fáninn sem hefur einnig verið notaður mikið af lögreglumönnum allan heim en hefur meðal annars verið bannaður í sumum löndum og að því að hann hefur verið notaður gegn í rauninni Black Lives Matter og eitthvað slíkt og svo The Punisher merkið. Ég með hérna 2 góða konur til þess að ræða þessi mál í þættinum í dag, en það Sema Erla Serdral, stjórnmála- og Evrópufræðingur og aktivisti, velkomin. Takk. Og Ugla Stefanía Kristjánudóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur og aktivisti, velkomin. Takk. Mér langar kannski aðeins að byrja á að tala með þessa fána, sjálfa fánana. Þekkið þið þessa fána sem svona aktivistar og mannréttinda baráttu konur? Hefðu þið þekkt þessa fána alveg? Já, ég hefði þekkt þessa fána, sérstaklega Vínlandsfánan, þar sem þetta fáni sem að nýnasistar hafa tekið upp sína arma og notað tíma og svona kannski líka sömu liti og merkingar og eru á þessum fána. Og í rauninni hefði maður segja því sama bláfánan, svo kallað, og af því að hann hefur kannski líka verið að vekja meiri athygli að undanförnu heldur en áður, einmitt vegna þess að tengsla sem þú segir að það verið að nota hann sem einhvers konar andspyrnu lögreglunar gagnvart Black Lives Matter mótmælunum í Bandaríkjunum. Þannig að já, ég segi það alveg hreint út, ég hef alveg þekkt þessa fána. Já, sama sko. Ég fylgst einmitt mikið með átökunum í Bandaríkjunum núna mikið og þá þessi fáni búið að vera mikið í umræðinni og Vínlandsfáninn búinn að vera notaður mjög lengi sem sko mjög sterkt hatursmerki og í rauninni bara skilgreint sem svo á víðsvegar. Þannig að mér fannst þetta frekar borðleggjandi hvaða fánar þetta væru og þekkti það á leið sko. Þannig að mér kemur mér eiginlega pínu á óvart að fólk sem starfar í lögreglunni þekki ekki svona þekkt merki allavega. Þetta ekki þess að þetta sé einhver merki sem hafa eiginlega aldrei komið upp. Þetta bara mjög þekkt merki að mörgu leyti. Það einmitt eins og þú segir, sko, eins og Vínlandsfáninn, þetta ég held að hafi verið notað einhverja 2 áratugi eitthvað og ef þú hefur fengið einhvers konar grunnmenntun eða fræðslu haturssamtök og haturstákn og eitthvað svona, þá áttu að þekkja Vínlandsfánann vegna þess að hann viðurkennt haturstákn vegna þess að hann hefur verið bara í svo langa tíma notaður af nýnasistum og öðrum öfgasamtökum. Þannig að það eins og segir, bara algjörlega borðleggjandi að það staðan með þessa fána. En þessi Thin Blue Line fáni sem það kannski samt svona frekar nýtt að það sé verið að banna notkun hans eða hvað? Ég held reyndar að það sé alveg einhvern tími fyrir ekki. Það einhver tími. Já, þetta ekki nýtt tákn. Hvorugur þessa fána er ný, þó hann hafi kannski verið eitthvað meira áberandi, þú veist, í árið eða síðustu árin. Það alveg til dæmi mörg ár aftur í tíman þar sem hann hefur verið umdeildur. Að lögreglumenn sé að nota. Já. Ég nefnilega velti fyrir mér í þessu samhengi líka, sko, það náttúrulega verið með eitthvað sem eitthvað fyrirbæri sem við köllum myndlæsi líka og við erum að nota fána og tákn í alls konar tilgangi og það er kannski einkennilegt að einmitt
það er kannski ekkert skrítið að sumir þekki ekki þessa fána, þeir eru ekki að stúdera þessi mál, en svo finnst manni samt skrítið að nota fánana og vera að flagga þeim en þykjast ekki vita merkinguna. Nú segir í rauninni þessi lögreglukona að fyrir henni hafi þetta allt góða merkingu. Hvað finnst ykkur svona ummæli? Mér finnst þú aldrei geta borið hatursmerki af góðum hug eða í einhverjum góðum tilgangi. Það gengur ekki upp og það að ganga með einhver svona merki og ekki vita hvað þeir þýða bara fullkomið ábyrgðarleysi í starfi, finnst mér. Þú getur ekki bara skreytt einhverjum fánum og einhverjum merkjum þegar þú ert að vinna fyrir ríkisstofnun og ekki vita hvað þýðir. Þú veist, mér finnst þetta bara vera í besta falli stórfenglegt dómgreindarleysi af viðkomandi lögreglukonu og víst fleiri lögregluþjónum eins og hún segir sjálf að sé í lögreglunni sé fleiri sem sé að nota þessi merki. Og það finnst mér bara vera mjög alvarlegt og mér finnst það alls ekki vera einhvers konar afsökun að segja að hún hafi ekki vita hvað þessi merki átt að þýða og mér finnst það bara einmitt vera merki það eins og sem að vera að segja að viðkomandi hefur greinilega ekki fengið einhvers konar fræðslu hatursmerki og fleira. Þannig að þetta varpar bara svolítið ljósi á mjög kerfislegt vandamál innan lögreglunnar. Já, það nefnilega málið, sko. Þannig að ég tek algjörlega undir þetta ábyrgðarleysi og ég skil út af fyrir sig ekki þessa menningu, sko. Þetta eru opinberir starfsmenn, þetta er lögreglan sem á að vernda okkur öll óháð því hvernig við lítum út eða hvaða skoðanir þau hafa á einstaklingum og hugmyndum og eitthvað svona, sko. Og ég sé þetta bara svo fyrir mér hvað einhverja atburðarás þar sem að einhverja hlaupa undan nýnasistum og þetta er lögreglan sem tekur á móti og hvað gerist það? Þessi einstaklingur þekkir að fána að hann þá hleypur væntanlega bara í burtu frá þessum lögregluþjóni, sko, því hann er ekki að fara að hjálpa þér. Hann er að senda þér sömu skilaboð og nýnasistarnir sem þú ert að hlaupa undan, sko. Þannig að þetta er svo rosalega alvarlegt og ég er bara ansið hrædd að þetta muni bara stórskaða ímynd lögreglunnar að miklu leyti, sérstaklega varða gagnvart minnihlutahópum og jaðarsettum hópum í samfélaginu. Og líka bara viðbrögðin frá lögreglunni, frá allavega einstaka fólki innan lögreglunnar, sýna líka bara fram á að það er einhvern veginn engin vitund alvarleika þessa máls og þau einhvern veginn gera lítið úr þessu eða vísa þessu á bug eða hafna því að sé að ræða einhvers konar hatursmerki sem þetta náttúrulega bara eru, þú getur ekki hafnað einhvers staðar. Þannig að þú veist, þetta er ótrúlegt, sko, hvernig bæði lögreglukonan og svo fleiri lögreglumenn í fjölmiðlum hafa verið að bregðast við þessu máli í staðinn fyrir bara að viðurkenna að þetta séu klárlega mistök og dómgreindarbrestur. Þetta eigi auðvitað ekki að vera að líðast innan lögreglunnar, þá einhvern veginn kemur bara einhver svona þvílíka varnarviðbrögð staðinn fyrir bara að draga í land og segja bara já, ok, allt í lagi, þetta voru mistök við þessu afsökunar þessu auðvitað er þetta ekki eitthvað sem við stöndum fyrir og einmitt sem þú sagði, þessi viðbrögð halda bara áfram að skemma ímynd lögreglunnar sem að er náttúrulega bara mjög alvarlegt mál. Það er nefnilega, það er mjög fast pinkulítið svona eins og þessi lögreglukona talar sko, mér fannst eins og hún var að tala Pokémon-spil. Þú veist, við erum alltaf að skiptast á merkjum og eitthvað svona henni innan lögreglunar og ég er svona bara, þetta er svo saklaust fyrir henni að það er eins og bara, þetta er eins og að vera að skiptast á Pokémon-spilum eða eitthvað, eða fótboltamerkjum. Það virðist greinilega að vera einhver menning innan lögreglunnar að þau eru að merkja sig með einhverjum svona merkjum og skiptast á þeim og eitthvað svona og það mitt út af fyrir sig er mjög einkennilegt og það voru nú sendt út skilaboð allavega hjá lögreglunnar höfuðborgarsvæðinu strax í gær að þetta ætti bara að taka allt úr umferð og manni fannst svona viðbrögðin í gær ansi svona jákvæð og það var líka til dæmis bara sendt mjög skýr skilaboð að bara hatursorðræða, haturstákn eru ekki leiðin innan lögreglunnar, koma með yfirlýsing frá lögreglunnar höfuðborgarsvæðinu. Svo bara gerist eitthvað. Það er finnst mér rosalega einhverju viðsnúningur. Bara að við séum í morgun eru einstaklingar að stíga fram fyrir hönd lögreglunnar og krefja þingmann afsögn þegar að spyrja spurningar, mjög eðlilegar spurningar sem að ég myndi algjörlega taka undir af því að þetta endurspeglar nákvæmlega annarkvort þessar hluti sem hún spyr eða sitt lítið að hvorum, sko. Hvort það sé algjör þekkingarleysi eða menning
kerfisbundins rasisma innan lögreglu. Akkurat. Mjög eðlilega spurningar að spyrja í ljósi þess að við vorum að horfa upp á lögreglumenn bera merki nýnasista. Já, einmitt. Já, og hún í rauninni bara, hún að boða fund í rauninni líka. Bara biðja svör, eða fá svör. En dómsmálaráðherra var búin að líka senda út einhver svona skilaboð allavega á Twitter og Já. Reyndar. En sem kom kannski einmitt að þessum punkti sem við höfum komið að hérna, þetta með sko fræðsluna og menntunina. Já. Og mjög jákvætt að dómsmálaráðherra segja að ef að þörf á frekari menntun þessi fræði að þá eigi að bregðast því. Algjörlega. Og ég held að það sé ekkert vafamál lengur að það sé skortur á slíkri fræðslu og menntun og maður þekkir það bara af eigin reynslu og reynslu annarra að það hefur lengi verið bent á það. Þetta ekki í fyrsta skipti þegar við erum að taka umræðum skort á menntun og fjölmenningu og mannréttindi, hatursorða og hatursglæpi innan lögreglunnar. Þannig að hér tækifæri til þess að gera betur, til þess að bregðast við með jákvæðum hætti. Það erfitt að eiga við vörn eða afneitun lögreglunnar í þessu máli. Vonandi sjá einhvern jákvæðari snúning á þessu máli aftur. En haldið þið að lögreglan svona í ljósi þess að þetta, við erum allt í einu að sjá þetta, að það útlit fyrir að það sé svona einhvers konar kerfisbundinn rasismi í gangi, haldið þið að þetta sé búið að bitna á almenningi eða að þetta hafi komið fram til dæmis í tengslu við mótmæli og annað hérna gegnum tíðina á þess að við höfum kannski bent geta sett puttana á hvað væri í gangi. Þá kannski velti ég fyrir mig til dæmis þegar hælisleitendur voru að mótmælanir á Austurvelli í veturinn 2019. Og ég viltu byrja? Já, bara sem að Ég ætla bara sem ég held að það séu fordómar og útlendingaandúð innan lögreglunnar alveg svo víða. Ein birtingamynd til dæmis bara dæmi sem ég heyrði síðast í gær að maður af erlendum uppruna hringir á lögregluna vegna þess að það eru læti hjá nágrannanum. Og lögreglan kemur á staðinn og spyr hvort að hann sé segjum Ahmed og hann segir já, ég var að hringja ykkur og hann segir já, hvað gerðir þú? Hann segir já, nei, ég var að hringja í lögregluna og biðja aðstoð. Það var ekki verið að hringja í lögregluna út af mér. Á mig, skilurðu, já, þannig að þetta er bara svona ein birtingamynd þessa fordóma innan lögreglunar og við höfum séð það bara kannski í kerfinu sem heild sinni, þessu valda og lögreglukerfi að það vissulega til staðar hér eins og alls staðar annars staðar einhvers konar birtingamynd af kerfisbundnum rasisma og mótmælin eru á annað dæmi þá tilkynnti ég til nefndar eftirlit með störfum lögreglu þessa notkun á sprayinu eða gasinu sem er notuð á mótmælendur þannig að það vissilega var eins og þá þegar aðrir hópar eru að koma saman undir sömu formörkjum. Þannig að vissulega eru þar einstaklingar með slíkar hugmyndir eins og annars staðar. Og þess vegna svona líka svo rosalega erfitt að eiga við þetta og kyngja þessu að við erum að sjá lögregluna að bera merki nýnasista og öfgahópa. Þetta er bara hættulegt. Þetta getur skapað rosalegt bara ástand í samfélaginu á milli bara samfélagshópa og ég hef miklar áhyggjur af þessu og á sama skapi þá held ég að þetta sé líka bara vanþekking og reynsluleysi og ég þekki það sjálf að ég hafa þurft að leita til lögreglunnar vegna hatursorðræðu og hatursglæps og það ég átti bara erfitt með að útskýra fyrir lögreglunnar sem ég var að tala við hvað málið sneri sem hann bara skildi mig. Hann bara skildi ekki hvað ég var að tala þegar ég var að reyna að útskýra fyrir hann hvað lægi að baki því að manneskja ræðst á mig út á götu. Þannig að þetta bara, það rosalega erfitt að vera sem þolandi settur í þá stöðu. Það bara alveg baðalegt. Og ég tek alveg undir það, sko. Ég
held að væri mikil einfeldni að reyna að halda því fram að það væri ekki einhvers konar rasismi eða eitthvað innan lögreglunnar því að hún náttúrulega bara í öllu samfélaginu að einhverju leyti mismunandi stigum en auðvitað rasismi valdakerfið sem bara mjög viðvarandi í öllu samfélaginu og lögreglan alls ekki þar undantalin og einmitt eins og sem að segja alls konar dæmi þar sem að það hefur komið bersýnilega fram og þetta kannski svona eitt af þessum fyrstu dæmum þar sem maður sér þeim sko bókstaflega vera að bera hatursmerki og þess þetta að fara að verða svo alvarlegt þegar það eru dæmi þetta og svo kemur hérna svart og hvítu einhver með hatursmerki og það náttúrulega bara ýtir undir og sýnir okkur bara frekar fram á það að það augljóslega einhvers konar kerfisbundið vandamál innan lögreglunnar varðandi þetta og kannski þegar það kemur að sko hatursglæpum og tilkynna hatursglæpi og fleira til lögreglunnar þá hefur lögreglan ekki langt í frá verið í stakk búin til að takast á við slíka glæpi og slíka tilkynningar og ég þekki það líka sjálf, þú veist, ég hef þurft að tilkynna áreiti og fleira vegna þess að ég transmanneskja og það rosalega lítil þekking innan lögreglunnar hvað svoleiðis áreiti gengur út og þær afleiðingar sem að slíkt áreiti getur haft á fólk og hvers vegna það mjög mikilvægt að taka þeim á því förstum tökum og mér finnst þetta einmitt vera svolítið viðvarandi kannski í þessum umræðum að þú veist, það ekki tekið nógu alvarlega þeim afleiðingum sem eitthvað sem það getur haft og þessi viðbrögð kannski frá lögreglunni eða fólk innan lögreglunnar hefur einmitt sýnt fram á það að þau bara átti sig engan veginn á alvarleika þessa máls vegna þess að ef að þau virkilega gerðu það þá myndi viðbrögðin ekki vera eins og voru frá þessu einstaka lögreglu. Mér fannst mjög sérstakt líka að lögreglukonan sem ég ætla ekkert að nafngreina en sem ræddi að hún fór strax í þá vörn að þetta væri persónu árás á sig og það var einhvern veginn og það einhvern veginn svo núna einhvern veginn þegar málið búið að velkjast áfram svo komið svona fyrstu viðbrögð voru með bara mjög dálítið flott frá lögreglunni og frá dómsmálaráðherra og eitthvað svoleiðis en svo aftur lögreglan núna komin í svona þennan sama vinkil svolítið eins og það sé bara þessi persónulegar árásir á lögregluna. Þannig að þetta svolítið svona farið að stummitt. Og eins og hann segir einmitt þarna að foreldrar svona sé bara hreinlega að segja að allir lögreglumenn séu kynþáttahatarar og það enginn að tala þetta. Nei. Það enginn að segja að allir lögregluþjónar eða lögreglumenn séu rasistar. Það bara fjarri því. En staðreyndin hins vegar sú að það eru lögregluþjónar sem hafa verið að ganga með merki nýnasista og annarra öfgahópa. Þetta staðreynd. Og þetta vandamál sem þarf að bregðast við. Og þetta snýst ekki einstaka persónur. Hvorki þessa sem á myndinni eða aðra einstaka lögregluþjóna. Þetta snýst að lögreglan embætti sem á að vera til staðar fyrir okkur öll. Algjörlega óháð því hvernig við skilgreinum okkur eða hvernig við erum að leitin eða annars slíkt. Það sem hefur gerst núna að það traust brostið. Og ég held að einn alvarlegasta afleiðingin sem getur orðið af þessu sú að þolendur hatursorðræðu og hatursglæpa munu hætta að leita til lögreglunnar eftir vernd. En lögreglan eini aðili sem getur verndað okkur frá þessum öfgahópum. Og það sem hefur gerst núna að fólk mun efast, það mun hugsa sig tvisvar áður en að leita til lögreglu, leita eftir rétti sínum vegna þess að við eigum öll sama rétt á vernd gegn ofbeldi. Og ég hef bara mjög miklar áhyggjur af því og ég finn það alveg líka bara hjá sjálfum. Bara, þetta lögreglan okkar allra? Þetta lögreglan mín? Þetta lögreglan okkar? Get ég leitað verndar hjá þeim vegna þess að svona kannski líka með allt annað. Ég meina tíman sem þessi mál tekur, það lítið gert úr því sem maður að leggja á borð, skilningsleysi svo mikið. Þannig að ég held að þeir sem að tala svona þurfi aðeins að hægja á sér og íhuga hvaða skilaboð þau að senda nákvæmlega til okkar. Vegna þess að mér finnst þetta vera mikil vanvirðing og algjör skilningsleysi alvarleika þess að vera þolendur hatursglæpa frá öfgahópum eins og nýnasista. Sammála þessu örugglega.
Já, algjörlega og mér finnst þetta einmitt bara að vera nákvæmlega kjarni málsins. Þetta snýst ekki einmitt einhverja einstaklinga eða eitthvað slíkt. Þetta snýst náttúrulega bara fyrst og fremst það að hérna hefur lögreglan sýnt fram á bara mikið ábyrgðarleysi og dómgreindarleysi í hvernig þau koma fram opinberlega og einmitt þetta vekur ekki traust til minnihlutahópa sem kannski bera nú þegar ekki mikið traust til lögreglu, þannig að þetta bara mjög alvarlegt fyrir, eins og við segir, bara fyrir minnihlutahópa sem að vil kannski myndu leita réttar síns en hugsa sig með tún og tvisvar og gera það svo ekki í kjölfarið einhvers svona. Þannig að mér finnst að lögreglan þurfi svolítið að hýsa upp þessi buxurnar í hvernig þau ætla að bregðast við þessu máli vegna þess að það búið að vera eiginlega bara til skammar hvernig búið að bregðast við þessu fram og tilbaka og svo einhverjir einstaklingar að bregða þessu fram og fleira. Já, einmitt. Já, það eins og sé ekkert svona alveg neitt það engin svona yfirveguð viðbrögð í gangi bent. Það svona byrjar svona yfirvegað og svo verður þetta einhvern veginn bara einhvern veginn. Sem að verður mjög skaðlegt kannski. En ég hugsaði einmitt sko varandi líka einmitt sko að því að þetta ekki þrátt fyrir að lögreglan taki svo sem persónulegu og þessi lögreglukona taki svo sem persónu árás og þetta verður einhvern veginn sama umræðan og varð í tengslum við Black Lives Matter þar sem að hérna það þurfti að vera ítrekkaða fyrir fólki sem að stóð með lögreglunni innan gæsalappa og vildi meina það að það væri bara verið að ráðast á lögregluna. Það þurfti að ítrekka svo gríðarlega. Það ekki verið að tala hérna að einhverju lögreglumenn séu rasistar. Það verið að tala kerfisbundin rasisma. Já, mér finnst þetta að vera mjög algengt innan, sko, ekki bara þessi mál heldur bara þegar við erum að tala málefni minnihlutahópa eða þegar við erum að tala einhvers konar ofbeldi eða mismunun höfuð, til dæmis bara karla gegn konum, þú veist, þegar maður bendir á ofbeldi sem að karlar beita konu, þá allir farnir að segja, allir karlmenn sé að beita ofbeldi, þú veist, auðvitað enginn að segja það og umræðan, þú veist, það fer alltaf svo mikið púður í það að leiðrétta eitthvað sem enginn sagði og það finnst mér vera einhvern veginn hluti af þessu, hvernig sko þessir hópar bregðast við og hvernig reyna að afvegaleiða umræðuna eitthvað sem hún snýst ekki en já, þannig að þetta er bara mjög sko algeng viðbrögð einhvern veginn sko í allri umræðu finnst mér núna ofbeldi og hatur og fleiri einhvern veginn að sko afvegaleiða þetta og láta þetta allt í einu snúast einhverja einstaklinga eða alla einstaklinga innan einhvers hóps, en auðvitað snýst þetta bara ekkert þetta snýst þetta bara einhvers konar valdakerfi eða mismunun sem viðvarandi sem að þarf að taka á, hvort sem að það einmitt þetta eða ofbeldi karla gegn konum eða transfóbía eða hinseginfóbía eða bara hvað sem það Einmitt. Já, nákvæmlega. Já. Ég náttúrulega eitthvað að glotti yfir svo hrista hausinn, það náttúrulega bara því að þetta svo lýsandi, þetta alltaf eins einhvern veginn, þú veist, í þessum umræðum og í þessari baráttu og þú veist, alltaf reynt að benda á eitthvað ennþá verra og þú veist, maður talar uppgang nýnasista, já, en hvað með þessa og þú veist, þetta svona þetta svo mikil orku suga og gerir þetta allt svo ótrúlega erfitt oft. Einmitt. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að lendingin í þessu máli ætti að vera? Þú veist, á að reka fólk úr lögreglunni sem að hefur þetta attitude eða á bara fræða, er það nóg? Ég held að sko það sé svolítið stórt og erfitt verkefni framöndan hjá lögreglunni eftir það sem það gerst núna og þá kannski fyrst og fremst við komum aftur að þessu með minnihlutahópa, jaðarsettarhópa, þessa einstaklingar sem þurfa vernd frá lögreglunni. Nú hefur lögreglan í töluvert langan tíma reynt að byggja upp samband og tengsl við minnihlutahópa í samfélaginu, segjum til dæmis bara samfélag múslima á Íslandi. Og það hefur verið lögð mikil vinna í það að byggja upp trúnaðarsamband og traust á milli þessara aðila. Ég sé alveg fyrir mér að það sé stórskemmt núna þegar þessir einstaklingar sjá lögregluna að bera sömu merki og þeir sem eru að beita það ofbeldi. Og þarna er einhver mikil vinna, held ég, sem þau þurfa að fara í og lögreglan þarf að senda skýr skilaboð til þessara hópa að þetta er ekki viðhorfið innan lögreglunnar vegna þess að annars mun eins og vorum að tala á hann, mögulega draga úr því að einstaklingar leiti sér verndar hjá lögreglunni. Auðvitað eiga
nýnasistar og rasistar ekkert erindi í störf lögreglumanna frekar en aðrar opinberar stöður á vegum ríkisins. Það þarf að auka fræðslu svo sannarlega og ég meina eins og við vorum að tala um að það hefur lengi verið bent á það. Hér í rauninni bara enn eitt dæmi vanþekkinguna á þessum málefnum og því fyrr sem við farið í það, því betra. Málefni einstakra lögreglumanna í tengslum við þetta mál held ég að það hljóta að vera einhvers konar verkferlar og vinnureglur sem að lögreglan eins og aðrir opinberir embættismenn starfa eftir og það bara þeirra að finna út því hvernig verður brugðist við þessu máli nákvæmlega. En það sem að myndi þetta fyrst og fremst vilja sjá það að, eins og sagðir áður bara lögreglan hýsi svolítið upp í sig og fari að bæta sig í þessu máli vegna þess að við höfum alveg orðið var við það uppgangur öfgaafla hér á Íslandi eins og alls staðar annars staðar í heiminum. Nýnasistar eru orðnir sýnilegri í íslensku samfélagi heldur þau voru áður, þeir eru orðnir meira ögrandi og þetta mjög hættuleg þróun, sérstaklega í ljósi þess að íslenskt samfélag fjölmenningarsamfélag og það verður það alveg áfram, hvort sem fólki líka betur að verða og við eigum öll að eiga sama rétt á því að lifa okkar lífi frjáls frá ofbeldi alveg sama í hvaða birtingarmynd það kemur. Þannig að ég allavega skora lögregluna að gera það rétta í þessu máli. Hefur lögreglan teygt sig svona til dæmis Trans Ísland eða samtakana 78 eða eitthvað svoleiðis, veistu það? Samtökin 78 hafa nú verið í einhverju sambandi við lögregluna ýmislegt en það langt því frá að lögreglan sé í stakk búin að takast 100% á við hinsegin málefni og hatursglæpi fólki og eins og sem að segja, þá snýst þetta alltaf fyrst og fremst fræðslu og að það sé fræðslan af lögregluna og það séu að fólk sem að starfa í þessu starfi sé tilbúið og fært til að vilja læra og fræðast og taka á svona málum alvarlega og ef að fólk getur ekki komið fram við alla virðingu og þá eiga það bara ekkert erindi í svona starf og það finnst mér vera einhvern veginn númer 1, 2 og 3 í þessu máli ef að þú getur ekki áttað á alvarleika hatursmerki og hatursglæpa þá finnst mér nú bara eitthvað alvarlegt að kannski hvernig starfið kannski kynnt fyrir fólki og hvernig starfið á að vera og ég held að lögreglan eins og sem að Erla sagði að þetta mjög stórt verkefni framundan í lögreglunni ekki bara í þessu máli gagnvart uppgang nýnasisma heldur líka bara í hatursglæpum almennt og ofbeldi gegn konum og alls konar sem að lögreglan þarf bara að halda áfram að vinna í og taka föstum tökum og ég held að lögreglan þurfi svolítið einhvern veginn að sýna fram á hvað nákvæmlega hann ætlar að gera í þessu máli og sýna það bara mjög gagnsætt og konkrétt bara þetta eru skrefin sem við ætlum að byrja að taka núna í kjölfarið þessu máli vegna þess að við tökum þessu mjög alvarlega og sýna það einmitt til þeirra hópa sem hún hefur verið að vinna með sem að kannski núna bera ekki lengur saman traust til lögreglunnar og þau þurfa bara að vera mjög sýnileg í því. Það þýðir ekki bara einhvern veginn að sópa þessu undir teppið eins og öllu öðru og láta sem að ekkert hafi gerst. Þetta bara mjög alvarlegt og sýnir fram á að það þarf að gerast eitthvað mikið stærra heldur en að hefur verið að gerast hingað til. Ég tók eftir því sem að þú skrifaðir einmitt á Twitter þegar þú ert nýbúin að gera lista yfir hvernig hægt að koma í veg fyrir uppgang nýnasisma í Íslandi. Þá gerist þetta. En svo birtirðu þennan lista í dag, það ekki líka? Já, ég birti þennan lista í fyrradag. Eða í fyrradag, fyrst. Þetta uppfærður listi frá því fyrir ári síðan. Þegar hann birtist fyrst, vegna þess að þá fórum við að verða að vera við aukinn sýnileika nýnasista á Íslandi. Þá voru allir bara mættinni á Lækjartorg að trolla þar eitthvað saman undir formerkjum norrænna nýnasista samtaka. Og þetta uppfærsla á því og þarna náttúrulega mjög oft verið að vísa til þess að hafa samband við lögregluna vegna þess að það lögreglan sem á að vernda okkur frá nýnasistunum og öðrum öfgahópum. Og náttúrulega bara ég að grínast með það að daginn eftir þá það lögreglan sem kom með nýnasistamerkina á sig Þannig að
En þetta náttúrulega bara takt í það sem við höfum verið að sjá að hérna, eins og ég var að segja að virðist vera að færast í aukana, að þeir eru að senda frá sér efni, þeir eru að líma upp póstera og líma og setja inn lúguna hjá fólki og koma saman og það sem að mér fannst kannski svona stóra og alvarlegasta breytingin af því sem hefur gert síðasta árið er að þeir sem eru sem sagt að setja inn færslur á heimasíðuna þeirra sem hefur verið virk núna. Þeir eru farin að merkja hjá lögreglunni þá eða? Nei, hjá nínasistunum. Já. Að þeir eru sem sagt farin að merkja færslurnar með nöfnunum sínum. Þannig að það er ekki, þú veist, ritstjóri, author eitthvað svoleiðis eins og hefur þetta verið, þannig að þarna eru nínasistar komin fram undir nöfnum. Undir nafni. Og setja inn efni sitt, já. Skamma sín ekki. Ég er að segja, þú veist, það er ákveðin þróun sem er eiginlega bara mjög óhugnanleg. Þetta er svo, það er einhver ögrun þarna baku og þeir eru allir svona óhræddari við að stíga fram. Ég meina það náðist ekki samband við neitt hjá þessum samtökum í 5 ár, hvort sem voru fjölmiðlar eða aðrir sem voru að reyna að annað samband við og það vildi enginn koma fram undir nafni í mynd. Núna einhvern veginn er það bara eitthvað sem við gera grímulaust bara. Já, þetta finnst mér bara vera mjög alvarleg þróun og það sem ég hef kannski svona verið að skoða núna undanfarin ár er náttúrulega þessi aukahyggja og hvað verður til þess að ungt fólk leiðist út í þessu aukahyggju, hvað veldur því að ungir strákar ganga til þessu nínasistasamtök eða önnur kynslóð fædd í Evrópu fer til Sýrlands að berjast með ISIS og sama tíma einhvern veginn er þetta alltaf að eiga sér stað og það er maður er einhvern veginn svona alveg bara gáttaður einhvern veginn á þessu öllu saman og ég held að við verðum bara sem samfélag, því það er samfélagslegt verkefni okkar allra. Við gerum þetta ekki nema við gerum þetta saman. Að stoppa uppgang nínasista og annarra öfgahópa í íslensku samfélagi. Ég held að við séum flest sammála það að þeir sem að bera slíkt erindi á borð eiga ekkert erindi í okkar samfélagi. Og þú veist, svona sko, þú veist, ofbeldi og hatursglæpir gerast ekkert bara allt í einu. Þú veist, þetta er ekkert bara eitthvað sem að dúkkar allt í einu upp og einhver beitir einhvern ofbeldi. Þetta er náttúrulega eins og sem að segja hluti af einhvers konar þróun og það að fólk sé farið að koma opinberlega fram bara undir nafni og gera það bara án þess að blikka augum, þá sýnir það bara fram á að næstu skref fara bara að verða alvarlegra og alvarlegra. Þetta með vind upp á sig og getur gert það jafnvel mjög hratt á þessu leyti og þess vegna er svo ótrúlega mikilvægt að taka á þessu strax og sjá til þess að þessi skýr skilaboð að svona sé ekki í boði á Íslandi og bara í þessum við erum og svona við erum bara ekki að taka þátt í einhvers vegna þess að við höfum alveg dæmi þar sem að svona hlutir hafa undir upp á sig og orðið mikið alvarlegri. Þannig að það er ekki eins og við höfum engin fordæmi fyrir þessu. Við höfum alla þá vitneskju sem við getum aftur að sjá nákvæmlega hvert þetta er að stefna. Þannig að við eigum bara að segja stopp og segja nei og segja að þetta sé bara ekki boði. Sérstaklega ekki innan lögreglunnar kannski. Nei, einmitt. Og það sem kannski var einmitt á þessum lista voru svona mjög svona einfaldar einstaklingsaðgerðir. Einmitt þetta bara, ef þú rekst á eitthvað viðbjóð hangandi einhvers staðar, tilkynna þetta til lögreglu. Það er náttúrulega númer 1 og 3 vegna þess að annars gerist ekkert hjá yfirvöldum og svo geta náttúrulega alltaf allir kært til lögreglu. Hvort sem þú sér hatursorðræðu á netinu eða verður vitni að hatursglæpi eða sérð eitthvað ósáma hangandi einhvers staðar. Að kæra alltaf bara til lögreglunnar og tilkynna þetta og vegna þess að lögregla getur líka alltaf ákveðið sjálf eða átt frumkvæði að einhverri rannsókn. Þannig að það er bara mjög mikilvægt einmitt að láta þetta ekki óáreitt og með svona einföldum einstaklingsaðgerðum ef að allir gera þetta, ég meina ef það er ítrekkaður að tilkynna eitthvað til lögreglunnar þá hljóta þeir á endanum að þurfa að fara að rannsaka þetta. Þannig að þetta var svona hvatning til okkar allra kannski svona, þú veist, vera með í þessari baráttu og gera það sem við getum gert til þess að koma í veg fyrir þessi uppgangur aldrei áfram. Já, ég vona að þessi listi fari sem víðast. En eitthvað sem þú viljið bæta við að lokum? Ugla?
Já, kannski bara undirstrika það sem við höfum verið að segja og bara alvarleika þessa máls og vona bara að lögreglan og samfélagi allt taki höndum saman og átti sig á alvarleika þess og gera eitthvað í þessu vegna þess að eins og bara leiðbeiningarnir sem að þú varst að gefa út sem Erla, þú veist, ekki gera ekki neitt, þú veist, að þá mun þetta bara vinda upp á sig, þannig að við þurfum að gera eitthvað, hvað sem að það og það getur verið litlu hlutir eða stóru hlutir eða hvað sem það þannig að bara einmitt, ekki gera ekki neitt, gera eitthvað í þessu, af því að þetta eitthvað sem að varðar okkur öll, hvort sem að þessi áræður hefur beina áhrif á okkur eða ekki. Algjörlega, og svo bara ég má bæta í lokina, ég held að það séu allra augu á lögreglunni núna og það eru allir að fylgjast með, það eru allir að biðja eftir viðbrögðum og ég hefði á tilfinningunni að þau komast ekkert upp með það að sópa þessi eitthvað undir borðið. Það verður fylgst með og biðja eftir viðbrögðum og það verður þrýst áfram á þau ef þau kom ekki bara sem allra fyrst. Þannig að það er bara að gera að sýna fram á að þetta verður ekki liðið. Herðu, kæra þakkir fyrir komuna og þetta mikilvæga innlegg inn í þessa umræðu. Takk. Takk.